Já, það hefur vakið athygli bara á öllum miðlum. Ég hef heyrt þetta á RÚV, ég hef búin að heyra þetta á Bylgjunni, gott ekki Stöð 2 líka, svo þetta á YouTube, þetta á samfélagsmiðlum. Það eru auglýsingar sem eru beinannis bara gegn Degi B. Eggertsinni og framboðið hans á landsvísu. Ég stend ekki fyrir þeim, þótt að væri líklega sökudólgur. Þú varst grunaður, en það Facebook síða sem heitir Spilling í Reykjavík og þar hægt að sjá þessar og heyra þessar auglýsingar sem eru mjög áhugaverðar. Af hverju þarf ég að steypa mér í skuldir vegna himinhára innviðagjalda á lóðavers á meðan Dagur B. lét vildavinni sína græða milljarða á lóðunum sem þeir seldu svo áfram? Hvern vilt þú á þing? Kjóstu það sem þú treystir. Gefum Degi B. frí. Já, gefum Degi B. frí. Hvað það meira? Braggamálið. Á vakt Dags B. sem borgarstjóra var ætli ungt fólk eins og ég hafi kynnt sér braggamálið. Á vakt Dags B. sem borgarstjóra var farið nokkur 100 milljónir króna fram yfir áætlanir við að laga bragga í Nauthólsvíkinni. Já, og kaupa strá. Og í ofurskuldsettri borginni þessu velta okkur, kynslóður framtíðarinnar. Hvern vilt þú á þing? Kjóstu það sem þú treystir. Gefum Degi B. frí. Þetta mjög gott. Ætli ungt fólk. Þú maður heyra eina í viðbót alltaf. Þetta rosalegt, maður. Þetta hérna. Já, lóðabras, bara eitthvað að þessu. Þetta nokkra. Þetta margar góða Af hverju samdi Dagur B. við olíufélögin þau þyrftu ekki að borga innviðagjöld eins og við unga fólki þurfum að gera? Hagnaður olíufélagann af þessari ákvörðun Dags getur orðið margir milljarðar. Hvern vilt þú á þing? Kjóstu þar sem þú treystir. Gefum Degi B. frí. Þetta alveg magnað og svo ég sá Egill Helgason var að hnikstast á þessu og þetta veri lágkúrulegt. Hvað lágkúrulegt við þetta en að þú ert að segja staðreyndir? Já. Hvað svona lágkúrulegt við það? Það ekkert rangt í þessu. Ég ætla að hringja núna í Hilmar Pál sem skráður sem ábyrgðarmaður fyrir þessu. Tökum aðeins þetta nokkuð vel gert, þegar að segja. Halló. Hilmar, heill og sæll, það Frosti Logason hér í Harmageddon. Við erum í upptöku og þú ert á speaker. Góðan daginn. Góðan daginn. Við vorum að tala hérna með auglýsingarna þínar sem að að finna inn á Spilling í Reykjavík Facebook síðunni. Ég verið að gefa þér rós og kredit fyrir. Þetta bæði vel unnið og við vorum að tala hérna, ég sá að Egill Helgason og einhverju voru að hnikslast á þessu á netinu en hvað hann hnikslast ef það ekkert rangt í þessum auglýsingum? Þetta eru kaldar staðrendir, ekki satt? Þetta eru kaldar staðrendir og svona almenni fjölmiðlar hafa haldið þessum staðrendum niðri og ekki vilja fjalla þessi mál hvernig meirihluti í borgarstjórn vinnur. Já. Og ég hef heyrt að þú út með þetta á flestum miðlum, ég held ég hef heyrt þetta á RÚV, ég er búin að heyra þetta á Bylgjunni, svo sé ég þetta á YouTube, samfélagsmiðlum. Þú ert greinilega búin að kosta miklu til þess að fá þetta í dreifingu. Ég er búin að kosta alltaf miklu til. Já. En þú telur að þess virði? Ég meina, það tjáningarfrelsi í þessu landi. Vissulega. Og þegar vissum hlutum haldið niður af fjölmiðlum þá verður maður bara að tjá sig einhvern veginn sjálfur. Af hverju telur þau svona mikilvægt að almenningur fái veður af þessu framferði Dags B. Eggertssonar og borgarstjórnar meirihlutans? Stór hluti bara af vandamáli í húsnæðismálum á ábyrgð Reykjavíkurborgar og stór hluti af hverju við erum með háa vexti líka út á skorti Reykjavíkurborgar og þvingunarstefnu. Það verður aldrei að stjórna þessu landi ef að stærsta fyrirtæki Íslands Reykjavíkurborg vinnur í hináttina, gefur svo eignir borgarinnar til útvalda. Olíufélagana. Olíufélagana, það miklu fleiri en olíufélagana, það ekki bara djúpt og niða hér en hvað á ég að segja? Það búið að, ég fekk nóg bara. Já. Þú ert sjálfur búin að standa í stappi við Reykjavíkurborg í mörg ár, ekki satt? Ég er búin að standa í stappi við það í 5 ár. Já. Og fólk verður bara
og sjá hvernig Reykjavíkurborg vinnur gegn hagsmunum almennings. Og það svona til að hlaupa yfir gróðum dráttum þá snýr það að lóð og eignum sem þú keyptir í Gufunesi og Reykjavíkurborg hefur svikið í raun og veru þann enda samningsin sem að þeir átt að standa við varandi frágang, lóðar og aðkeyrslu og svo framvegis, er það ekki? Þau fara bara í gaslýsingar, sko. Það er bara vani hjá þeim. Það hefur aldrei staðið til að ég fengi að vera hann í friði greinlega því að þeir eru búin að hafa 5 ár til að merkin innkeyrslu og hringir ykkur býta aðeins. Maður skynjar það bara miðað við það hversu frakkur þú ert að fara fram með þessar auglýsingar undir þínu nafni og ert tilbúin til að svara fjölmiðlum, ég heyrði í Bylgjunni í gær og svona, að þú telur þig vera í fullum rétti í þessu ágreiningsmáli við Reykjavíkurborg. Þú ert ekki eins og þú sett að fara með einhvern veggjum eða eitthvað, þú ert að hrópa á athygli þessu. Það er að fjölmiðlar hafa tekið að reyna að taka það niður. Ég hef engar áhyggjur af þessu. Nei. En ég vil bara fara að fá vörunum mín og Einar Þorsteinsson er líka búin að fá tækifæri til að taka þetta og leiðrétta þetta og þóttist að hafa kynnt sér málið á seinasta borgarstjórnarfundi þegar þetta var rætt. Hann viti þetta nú bara þegar hann var fréttastjóri hjá RÚV, sko. Hann ákvað að taka niður þá. Já, hérna. En þetta er magna framtak hjá þér og auðvitað bara það liggur augum uppi að fjármála óstjórn borgarinnar er ekki það sem við þurfum á að halda á landsvísu í pólitíkinni. Þannig að það er vel, vel til fundið að einhver taki sér til og kosti svona herferð til þess að vekja fólk til umhugsunar áður en að gengi inn í kjörklefann. Ég er alveg búin að fá mig fullsattan á hvernig þessi borgarstjórnarmeirihluti vinnur í gegn almenningi. Já. Og það er ekkert bara ég, það er fullt af fólki út í bæ sem eru búin að svína á. Já. Ég veit ljótt að heyra þetta, maður. Það vita það er fullt af fyrirtækjaeigendum ef þú ert ekki þægur þá er bara skemmt fyrir þér og svo hafa menn sagt að þetta sé einilti ganga degi en að borgin tekur fyrirtæki einilti eða bara þegi ekki. Og þú hefur upplifað þegar þú hefur verið að kvarta yfir vanefndum og hefur ekki fengið það sem að þú áttur að fá að þá sé þér mætt í raun og veru bara með refsi aðgerðum. Já. Það verður ekki mikið ljótara þegar þeir sem að, eins og segir, þeir sem að brjóta segja alveg til það hvernig borgi vinnur Þetta er áhugavert. Ég ætla allan að rósa þetta eru líka svona auglýsingarnar eru smekklegar, vel framsettar og bara ég verð alveg til að fá þig til að sjá auglýsingaherferð fyrir broadcast líka og verður líka til að borga hana. Þetta er mjög vel gert hjá þér, Hilmar. Ég ætla að taka hattinn ofan og hrósa þig fyrir þetta. Takk fyrir það. Já, gangið vel, Unnur. Við heyrum seinna. Bless. Já, þetta er merkilegu gaur, maður. Hann er að reka fyrirtæki, ég held að hann séu svona, hafi verið í að gera svona movie set eða svona, hvað heitir það, leikmunni, hann har verið í leikmunnagerð. Leikmynd, já. Já, leikmynd og er með svona, kaupir hann einhverja skemmu upp í Gufunesi fyrir svona verkstæði og það er bara, það er allt svikið og svona golfhæðin á skemmunum þar sem að þú gengur inn eða keyrir bíla inn, það er ekki í sömu hæð og vegurinn sem að Reykjavíkurborg leggur að eigninni. Nei, þetta er bara allt í rugli að nöfra. Allt í algjörri steypu og svo er honum bara mætt með einhverju þrasi og lögfræði her Reykjavíkurborgar og hann er búin að eyða ég heyrði nefnir tala um að tala um hvað ertu búin að eyða miklum peningum í þessari auglýsingar núna fyrir þessar kosningar. Það er bara smámunir með það sem þetta hefur kostað mig síðustu 5 ár að vera að standa í rifrildi við Reykjavíkurborg. Það er búin að kosta mig miklu meiri pening. Þannig að þetta er auðvitað ofbeldi. Það er alveg að þetta nota það orðið vera. Það er ekkert annað en bara ofbeldi. Þeir beita ýmis konar aðferðum til að refsa þeim sem er ekki, eins og hann segir, bara fylgir ekki línunni. Já, til dæmis greit ekki trén fyrir framan búðina þeina. Já, alveg rétt. Manstu til því. Já. Það er sturlað. Pældi bitter bara, þú veist, svona douchebag, þú veist, bara
Það eru bara komin í svona Al Capone einhvern veginn svona mafjósa hegðun sko. Já, bara við skreitum Þú að kvarta Við ætlum að sniðganga jólatréin fyrir utan á þér Þetta er alveg, þú veist, að þessi maður, þú veist, ég held að bara hver að biðja mann að gæja, skilur við? Nákvæmlega. Herðu, já, ef það er einhverjir hérna sem eru áskrifundur broadcasts og ætla að kjósa samfélkinguna, þá er byggðið ykkur að sko endurskoða ykkar mál allverulega. Ég leiði mér efast, ég held að langflestir áskrifundur broadcasts séu að fara að kjósa miðflokkinn. Ég myndi svona Margir í lýðræðisflokknum og sjálfstæðisflokknum líka. En í guðanabænum, ekki samfélkinguna, nei takk.